Já, komið sæl og velkomin í Íslandi í dag. Hér á eftir ætlum við að fjalla lagakennslu á Íslandi í 100 ár. En fyrst af öllu það Agnes Bragadóttir og Sigurður G. Guðjónsson sem eru sest hérna hjá mér og auðvitað ætlum við að tala atburðina í fjármálalífinu og á Íslandi í heild síðustu dagana. Sigurður, ég ætla að byrja að spyrja þig, af því það hafa verið dálítið misræmi í bæði hjá Lárusi Welding annars vegar og Jóni Ásgeiri og Þorsteini Má hins vegar, varðandi þessar undirskriftir og leiðir sem að verða farnar. Það er að segja að Lárus Welding segir þetta er búið og gert, svona verður þetta, en Þorsteinn Már og Jón Ásgeir hafa í það því að núna verði leitað öðrum leiðum. Já, þetta er ekkert búið og gert fyrir að hluthafafundurinn er búinn í Glitni, en það eru hluthafarnir sem hafa síðasta orðið. En undirskriftirnar? Undirskriftirnar eru á hálfu stjórnarfélagsins, en það eru hluthafarnir sem taka ákvarðanir á hluthafafundi. Og það er mjög rétt að geta þess að hluthafar í Glitni eru 11.000 og þeir velta því fyrir sér núna í dag hvort að það eigi ekki að veita þeim forgangsrétt til þess að kaupa hlutafé í bankanum. En hvers vegna þurfti að fá þessar undirskriftir? Já, til þessar undirskriftir krafðist ríkið, þetta er sko mjög merkilegt plagg í sjálfu sér. Þess að Seðlabankinn, hann lét okkur ekki hafa neitt plagg til þess að skrifa undir. Heldur komu 2 lögmenn á fund okkar sem voru að vinna fyrir okkur með endursögn af því sem Seðlabankastjórinn hafði sagt að væri tilboð Seðlabankans til stjórnar Glitnis og stærstu hluthafa í Glitni. Þetta var endursagt fyrir okkur og síðan fært í letur og undir þetta urðum við að skrifa. Og það stóð svo glöggt að við vorum að velta því fyrir okkur að skrifa ekki undir þetta en vegna hagsmuna íslensk fjármálalífs á mánudaginn þá ákváðum við að skrifa undir þetta. En við ákváðum líka samtímis að við myndum leita allra leiða til þess að losa Glitni úr þessari ákvæði. Þannig að í þessum undirskriftum felst engin skuldbinding að þetta sé búið og gert? Það felst skuldbinding í því að halda hluthafafundi í Glitni, leggja fram tillögu aukningu á hlutafé, en það er alveg ljóst. En í þessum undirskriftum felst þess að ekki skuldbinding meirihlutafa í Glitni að þessi gjörningur verði svo? Ég get ekki fullyrt það hvort að það er skuldbinding fyrir þá. Við skulum til þess að hafa það hugfast að stoðir eru konar í greiðslustöðvun. Þeirri greiðslustöðvun er stjórnað og undir umsjón lögmanns. Og ef að sá lögmaður, það er einhver betri boð, þá verður hann að horfa á hagsmuni kröfuhafa stoða, ekki bara hagsmuni ríkisins. Þannig að þetta mál er ekkert búið. Og vandamálið við þetta mál er auðvitað það að þetta verður skapað meiri vandamál á Íslandi heldur en nokkurn óræði fyrir og gerði þó bankastjórnum og stjórnmálumönnum grein fyrir þá nóttina ef að ætti að fara að stela Glitni af okkur að þá myndi þetta skapa stórfellda vandamál og allt sem við höfum sagðum það hefur gengið eftir bara aðeins meira heldur en við héldum. Agnes, þeir eru svolítið með þessi I told you so rök núna, Glitnismennirnir, það er að segja að krónan hefur farið niður og þetta virðist ekki hafa haft góð áhrif á íslenskt fjármálalíf. Þessi aðgerð. Það er náttúrulega alveg augljóst að þarna til skamstíma hefur þetta skelfilegar afleiðingar. En ég skil nú ekki alveg þennan málflutning hjá honum Sigurði lögmanni að það sé bara eins og það sé ekkert að marka meiri hluta undirskriftir, 67% hluthafa, eins og það sé bara marklaust plagg og mér finnst þetta mjög einkennilegt að reyna að bera það á borð eftir á að þetta skipti engu máli. Öðru lagi býtu, ég satt alveg kjur og sagði ekki orð á meðan að þú varst með ræðu. Lárus Welding, forstjóri Glitnis, kemur fram og lýsir því yfir, auðvitað sé þetta gjörningur sem að verði ekki aftur tekin. Ríkið verði með 75% eignarhald í Glitni og síðan kemur stjórnarformaðurinn, þú og Jón Ásgeir og talið á annan veg eitthvað stórkostlegt bankarán. Þetta er bankarán og þetta er bæði bankarán og valdarán. Og núna hefur þessi orð heyrðust aldrei þegar að FL hrundi niður og einu bræði og menn stóðu upp eignalausir. Þá var ekki talað um neitt rán. Við skulum hafa það hugfast. Ég segi þessi valdarán. Þú sagði bankarán. Þetta er líka bankarán og þetta er valdarán. Það er maður niður í Seðlabanka sem ég sagði fyrir viku síðan að þyrfti að losa við. Byrjaðu nú ekki á samsæriskenningunni. Ég er ekki að byrja með því samsæriskenningunni. Eina ferðina, en það er allir okkur svo leiðir á þessari fórnarlambavæðingu og samsæriskenningum að þessi maður í Seðlabanka sem að sé að ofsækja ykkur strákana. Þetta er bara svo þreytt og útjaska og það er ekki flugufótu fyrir þessu. Það voru meiri hagsmunir þarna sem að voru teknir fram fyrir minni hagsmuni. Minni hagsmuni voru hagsmuni hluthafana, meiri hagsmunir voru hagsmuni þjóðarinnar og almennings og sparifjáreigenda. Stoppa þú þetta bull
bull. Ég skal segja það að í dag hefur aðgerð Seðlabankans kostað Glitni meira heldur en þá peninga sem Seðlabankinn setur í Glitni. Það eru farnir 90 milljarðar í hafið hjá Glitni í dag. Það koma 84 milljarðar inn. Í hvaða haf eru 90 milljarðar Þeir farnir? eru tapaðir. Og hvaða 90 milljarðar eru það? Það eru tapaðir vegna til dæmis lánveitingar til Stoða sem eru konur í greiðstöðun. Þetta eru bara peningar sem eru farnir út. Heyrðu, á nú að fara að kenna þessu fjárhagsvanda Nei, Stoða sem að skuldar, ef þú lest Morgunblaðið á morgun, þá myndu fræðast það að skuldarstaða Stoða, Agnes. hún er mjög merkileg. Þeir þurfa Agnes, 230 milljarðar króna. Agnes, það vill þannig til að Það er 130 milljarðar í skammtímalánum sem þeir þurfa að borga fyrir áramót. Já, þú heldur það. Ég þekki þetta mál betur en þú, vegna þess að ég tók þátt í þessum viðræðum. Já, já. Og við erum búin að kortleggja þýðingu þessa inngrips sem er sko valdrand. Eins og það horfið við ykkur. Nei. Þið eru ekki búin að kortleggja það eins og horfið við þjóðinni. Skattborgara. Við erum akkurat búin að því. Jæja. Hvað þýðir það að ríkið er orðið hluthafi eða verður hluthafi í Glitni? Það er komið með efnahagsreikning Glitnis og Herðarnar. Veistu hvað hann er stór? Ég veit hvað hann er stór. Ég veit að það er með það sem ég ætla að spyrja þig Þú ert líka að lesa það í Morgunblaðinu á morgun. Það er fréttaskýring sem verður í Morgunblaðinu á morgun. Það er með það sem ég ætla að spyrja þig að, Sigurður. Þessi gjörningur, þýðir hann það núna að ríkið sé komið með 2500 milljarða skuldbindingu á bakið? Ríkið getur ekki hlaupið út úr Glitni og skilið Glitni eftir. Er að þínum að þetta hætta á að ríkissjóður sé komin í hættu út af þessu gjörningu? Ég hef sagt það og held ég fram og sagði því fréttum hérna Stöð 2 áðan, það blasir við þjóðargjaldþrot vegna mistaka sem voru gerð í Seðlabankanum á sunnudagskvöldið. Það var ekki hægt að semja við bankastjórn Seðlabankans neina leið, heldur en bara þá, við réttum ykkur 84 milljarða, take it or leave it, og ef þið segir nei. Þá spyr ég, ef að vandi Glitnis er svona stór og ríkið er að taka við svona miklu skuldbindingum, hvernig er það hægt að segja að Glitnir hafi ekki verið á leiðinni í gjaldþrot? Vandi Glitnis var afskaplega lítill þegar menn fóru á fund Seðlabankans og gerðu honum grein fyrir því að það verið að koma á gjalddaga lán 15. október. Bankinn á helling af góðum óveðsettum eignum. Nú, hvaða eignir eru það? Óveðsettar. Það er BN í Noregi. Það eru hellingur af eignum. Tilgreind einhverja eignir sem eru óveðsettar. Heyrðu Agnes, við létum Seðlabankann í fyrsta lagi hafa svokallaðan offshore pakk okkar. Já, blandipoka sem var talið algjörlega nauða og merkilegt safn. Heyrðu Agnes, tala þú ekki svona? Ég geri það. Vegna þess að sá fyrsti pakki sem við afhentum Seðlabankanum er með veð og eru lán sem eru tengt norska olíuiðnaðinum. Algjörlega óveðsett. Það voru tæknilega ekki hægt á þeirri stundu sem þetta var boðið fram að taka veð á hálfu Seðlabankans. Það hefði hins vegar hægt að gefa út skuldabref á hálfu bankans með þetta að veði. Það var ekkert að framselja til bankans. Við afhentum bankanum annan pakka sem eru fasteignarlán í Noregi sem hafa hingað til ekki verið talin vond. Voru ekki bílalán líka? Það voru önnur lán þar inni líka. Bílalán? En þegar á sunnudaginn, Agnes, ég heyri að þú hefur mjög góðar insight upplýsingar úr Seðlabankanum. Já, alveg skínandi, líka úr Samfylkingunni. Það sem eru spúið út lígi. Og hérna, það var engin, Agnes, starfsmaður Seðlabankans sem fór yfir þennan lánapakka. Hvað veist þú um það? Við vitum það vegna þess að við töluðum við starfsmenn bankans. Ert þú að segja, Sigurður? Ert þú að segja? Þetta er ekki svo ósannandi, Agnes. Ert þú að segja? Ég veit þetta. Því þú hefur miklar upplýsingar í þessu máli. Ert þú að segja að Heift Davíðs Oddssonar? Ég er ekki að segja Heift Davíðs Oddssonar. Leið mér að klára. Sé þessleg að það sé verið að stefna Íslandi í hættu hérna og að Seðlabankinn hafi ekki farið yfir málið. Já, Seðlabankinn fór ekki yfir málið. Það var Þorsteinn Már fór á... Eigum við að trúa því? Þið verðið bara að trúa því. Nei, við verðum ekkert að trúa því. Hvers vegna ættum við að taka þín orð góð og gild í þessum efnum? Vegna þess að ég tók þátt í þessu, Agnes Bragadóttir. Já, sem hagsmunaaðili. Ég hef enga hagsmunagætana það ég er stjórnarmaður. Þið breytist í námahesta þar sem sjáið ekkert annað en ykkar þröngu hagsmuni. Gleymið hagsmunum þjóðarinnar. Almennings, þið gerðu kröfu. Hvaða kröfu eigið þið til þess að koma til ríkissjóðs og segja lánið okkur skattpenningana sem að þið ráðið yfir? Það er það sem þið vilduð. Það er ábyrg afstaða að segja nei, þið fóruð offari og voru glannar.
þeir taka skástakostinn af mörgum slæmum, þeir taka skástakostinn og setja inn hlutafé sem gerir það að verkum að þjóðin getur þá trúa því og hún fái þessa peninga tilbaka. En Agnes, sína eigin skattpeninga. Agnes, þá spyr ég þig, Agnes. Já. 2500 milljónar. Já. Ísland er ekki stórt land. Nei. Þetta eru gríðarlegar upphæðir. Gríðarlegar upphæðir. Er það ekki alvarlegur hlutur að ríkið sé þarna að taka við svona miklu skuldbindingum? Sko, er ríkið að taka við þessu skuldbindingu? Þeir eru að tala um það. Við erum að fara í gegnum öldudal núna. Það er lausafjár þörf hjá þessum banka sem að þeir geta ekki leyst úr sjálfir og það eigum við skattgreiðendur að segja já, elsku stráka mínu, fáið þið bara að lánaða skattpeningan okkar, svo kemur bara daginn hvort þið getið endurborgað það ekki. Ok, það er valið að fara ekki þessa leið. Síðan setja þeir inn hlutafé til ákveðins tíma, þeir geta ekki tímasetta hver lengi af því að það er öldudalur. En þeir tala um það að bankin verði ekki til frambúðar í meiri hluta eign ríkisins. Þannig að við sem erum að setja inn þessa 84 milljarða sem að reyndar eru orðnir 92 milljarðar í dag út af falli krónunar, þannig að þetta er nú fljótt að gerast, að svo eru gjalddagi í janúar, gjalddagi í febrúar og gjalddagi í apríl og þar er endur fjármögnunar þörf Glitnis og stendur í mókanum á morgun 230 milljarðar. Ég verð að fá að svara svona bulli. Örstuð. Af hverju þú þetta nota bull? Ekki er ég að segja bull. Agnes, Agnes, þú þekkir ekki máli. Þú hefur þínar upplýsingar, þetta er sama rullan sem ég er að heyra hérna og við heyrðum eftir stjórnmálamönnum sem að Davíð Oddsson hafði leitt inn í Seðlabankana að kvöldlagi og sagt við þurfum að gera þetta og þeir hlýddu bara. Já, þeir þekki ekki máli, það er bara Sigurður sem þekki máli. Ég þekki máli með þetta. Ég ætla bara að verða að fá að segja ykkur það. Af hverju vorum við í fjárþörf á þessum tímapunkti? Jú, það er vegna þess að íslenska ríkið var nýverið að taka lán meðal annars í Þýskalandi hjá banka sem heitir Landesbank. Og Landesbank er lánveitandi Glitnis líka. Stal ríkið lánalínu? Þessi banki hefur verið einn af stöðugustu lánveitundum íslenska bankakerfisins. Við höfðum yfirlýsingu frá bankanum í september að þessi lánalína yrði áfram. Stal Seðlabankinn lánalínunni? Þegar að bankinn tekur þátt í að taka þátt í ríkislánu, þá var hann kominn yfir kreditlimit til Íslands og auðvitað tekur þá bankan út. Þannig efnahagsaðstoðun og aukningin og gjaldeyrisforðanum sem var að vinna leiddi til þess að bankinn misti þessa kreditlínu. Ertu að segja með öðrum orðum að Seðlabankinn hafi stólið línunni af Glitni? Já, og þegar menn halda því fram, eins og Agnes Bræði heldur því fram. Má ég spyrja þig einu, ef Seðlabankunum er svona illa við Glitni, af hverju lét hann þá ekki Glitni bara fara í gjaldþrot og af hverju tók hann þá ekki bara 100% af bankanum? Davíð Oddsson sagði við höfum getið tekið 100%. Af hverju gerði það? Þeir Horti sagði það líka og sagði þetta hefði... Af hverju gerði hann ekki? Sko, af hverju ákvað hann að leggja fram áhættu fyrir bankan? Hversu langt duga þessar 84 milljarðar? Og ef að menn hafa einhvern snefils hugmynd hvernig business á að ganga fyrir. Bankin hefði getað lánað okkur sem lán með breytirétti með veði í þessum pappirinn sem vorum að leggja fyrir þá. Og það vill svo til að Seðlabankinn er farin að borga þessa peninga inn í Glitni í dag og hver eru tryggingarnar? Það eru pappirnir sem að gati ekki þessi tryggingar á sunnudaginn. Ef hann hefði lánað þessa fjármuni inn í banka, það hefði bara verið til þess að munurinn, hann var allur fyrir íslenska skattgreiðendur vegna þess að, jú, það var engin trygging fyrir því að bankin hefði getað endurgreitt þetta skammtímalán vegna þess að það eru stórir gjalddagar framundan í endurfjármögnun. Það eru greiðendur af þessum lánum sem verður að setja sér tryggingu og það heldur að þau borgi ekki upp. En hvers konar eiginlega djöfulsins frekja er þetta að segja alltaf að skattpeningar Íslands að þið bara hafa aðgang á þeim eins og ykkur sýnist þegar að ykkur hentar. Og svo er þetta allt Seðlabankunum að kenna því hann starf frá okkur lánalínu í Þýskalandi. Þetta er nú svolítið hlægilegt. Agnes, ef þú horfir nú einhvern tíman yfir sviðið. Já, ég er að því. Hefur einhvern tíman banki sem er með 200 milljarða í eiginfé, sem er rekinn með hagnaði, verið tekinn þannig að hlutabréf sem ganga á genginu 15 á föstudegi eru keypt á ríkinu á 1,98. Alveg örugglega, vegna þess að banki sem hefur ekkert lausafé að hann er óstarfhæfur og þar með er hann komin í þrot. Það er nú bara svona eins. Agnes, af því þú greinilega ert mjög hlynnt Seðlabankanum og ert svona eins og... Ég er ekkert mjög hlynnt Seðlabankanum, ég setja bara svo mikið frekja. Nei, hún er þetta bara málpípa Davíðs Oddssonar, sko. Já, það er nú líklegast. Sko,
það er hans margt sem að benda Það til er örugglega lengra síðan hann talaði við mig heldur en við þig. Hann hefur aldrei talað við mig. Agnes, en út af því þá langar mig til að spyrja þig. Allavega strax eftir hennar gjörning, þá er útlitið eins og þetta sé ekkert gott fyrir Ísland. Já, algjörlega sammála því. Ert þú algjörlega samfærð að menn hafi vita hvað þið voru að gera og ertu algjörlega samfærð að það hafi verið farið rétta leiðin og besta leiðin? Ég er búin að vera að kynna mér þessi mál mjög náið, sama hverju Sigurður heldur fram. Ég er búin að tala við mikinn fjölda manns og ég dreg álíktana mínar að því sem að sérfræðingar hafi verið að segja við mig. Það var engin góð leið, þetta var skásta leiðin og þá erum við að hugsa þegar við segjum að þetta sé skásta leiðin, skásta leiðin fyrir almenningi í þessu landi, skásta leiðin fyrir sparifjáreigendur í Glitni, auðvitað hryllileg leið fyrir hluthafana. Hluthafarnir eiga mína samúð í þessum efnum. Íslandi eru með það bil 15-falda þjóðarframleiðslu. Þetta er tiltölulega einstök staða í heiminum og eins og Sigurður sagði áðan, þetta eru gífurlega háar upphæðir. Gífurlega háar. Eignir Glitnis, 4.000 milljarðar, eigið fyrir 200 milljarðar, það er 5% af eignunum. 95% skuldir. 95%, já. Er það ekki dálítið alvarlegt að ríkið sé komið að inn? Og gæti það ekki haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér? Já, hvaða afleiðingar hefði það haft í för með sér ef að ekkert hefði verið gert og það hefði komið yfirlýsing á mánudagsmorgni að bankinn væri komin í þrot? Og bankinn hefði farið á hliðina, hann hefði ekki haft neinn aðgang að lánsfé, hann hefði verið gjaldþrota, hvers konar keðjuverkun hefði þá farið að stað? Dóminóeffektin hefði verið svo gríðarlegur og það er skylda Seðlabanka að sjá til þess að hér sé þarna fjármálakerfi sem er starfhæft og þess vegna held ég að ráðleggingin hafi verið gefin til ríkisstjórnar að taka þennan kost. Sælastur, við ætlum að halda áfram þessu umræðu. Sigurður, áhrifin af því að ríkið sé að taka allar þessar skuldbindingar á sig örstutt? Já, þær hafa komið í ljós í dag, og í gær, það er búið að fella lánshæfiseinkanir ríkisins og allra bankarnir nú er bara orðnir B-bankur í Íslandi og það hefur í för með sér að lánalínur lokast eða þá að álag í lánalínum hækkar og þetta er ekki bara að hafa áhrif í bankakerfinu. Ég var að tala við mann sem rekur hér stórt fyrirtæki í lyfjadreifingu. Hann gæti ekki klára samninga við erlendan aðila vegna þess að menn treysti ekki á Íslandi. Jafnvel síkítabannar sem selja hérna banana og eru búin að selja hérna banana inn til margra ára. Þeir ætla að fara að hætta að ferma gáma til Íslands á mánudaginn. Graf alvarlegt þess að Agnes, mér langar til að færa örstutt. Ein setning á það, já, og það er bara þetta. Áhrifin hefðu ekki orðið minni og ekki orðið takmarkaðri við það að Glitnir hefði orðið gjaldþrota. Yfir í pólitík úr Morgunblaðinu í gær, grein þinni, Agnes, þú segir og Pétur Blöndal að Jón Ásgeir hafi talað við Björgvin Sigurðsson og húðskamaðan og spurt hvað ráðherra Samfylkingarinnar væri eiginlega að gera. Já, Sigurður var nú með á þeim fundi, þannig að hann getur blandast sér í þá umræðu. Jón Ásgeir kallaði viðskiptaráðherra og Svila Sigurðar á fund sinn aðfaranótt mánudagsins. Hann kallaði, eða lét kalla ákveðna þingmenn stjórnarflokkana til þess að lesa þeim pistilinn og láta þá heyra það óþvegið í sambandi við það hvers konar ósvífni þetta væri í Davíð Oddsssyni, seðlabankastjóra, sem væri að reyna að koma fram fullnaðarhefndum á Jóni Ásgeiri og fjölskyldu hans. Hvað segir þú um þetta? Ég er nú kannski ekki alveg viss að Jón Ásgeir hafi kallað einn mann á sinn fund. Hann gerði það. Ég hringdi í Björgvin Sigurðsson eins og ég geri oft og bara til þess að reyna að fá upplýsingar hvað væri að gerast vegna þess að einu upplýsingarna sem við í stjórn Glitnis fengum var þessi munnlegu boðskapur sem Gestur Jónsson og Hörður Felix Harðarsson flutti okkur af fundinum úr Seðlabankanum klukkan 10:30. Og Björgvin var það staddur á Selfoss og hann sagði ég skal bara koma í bæinn, ég þarf hvað sem er að hitta Össur og fleiri og Samfylkingunum þarna nóttina. Líktar þetta ekki alltaf því að Davíð, Geir og Árni hafi verið þarna en ráðherra Samfylkingarinnar, þar með talið Björgvin, bankamálaráðherra landsins, hafi verið settur inn í þetta mál rosalega seint. Og hann hefur sagt það sjálfur að hann hefur fengið vitneskju um þetta mál klukkan 6 á sunnudegi þegar aðstoðarmaður hans var kallað sem situr í nefnd á vegum ríkisstjórnarinnar. Er það ekki skrítið? Það er auðvitað mjög skrítið. En sagði hann ekki líka að það hefur verið upplýstur gróflega fyrir helgi? Ég hef ekki heyrt. Það kom einhvers stað fram eftir. Það má vel vera og það er þetta
þegar að öllu þessu máli er ekki orkestrerað úr Lækjargötunu, úr stjórnarráðinu, heldur er þetta mál allt unnið upp í Seðlabanka og þangað eru stjórn og stjórnarandstæða kölluð til að hlusta á röksemdir Davíðs fyrir því að það sé betra að leggja áhættu fyrir banka. Mér langar til að taka umræðuna aðeins út í þetta. Fólk hefur á tilfinningunni, almenningur í landinu, að Davíð Oddsson sé eftirbyrjaður að stýra landinu og að hann stjórni Geir og Haarde. Já, þetta er samsæriskenning. Þetta er bara tilfinningin hjá fólkinu á götunni. Já, en hvers vegna er þessi tilfinning hjá fólkinu á götunni? Davíð í bílstjórasætinu, þessi mynd, fólk segir að þessi mynd hafi sagt mörg orð. Það er rosaleg aksjón í gangi að planta þessu hjá fólki. Baugsmiðlarnir, þessi miðl sem við sitjum núna í, þeir sitja og taka drottningaviðtöl við Jón Ásgeir og hann kemur þessu á framfæri. Þorsteinn Már gerir það sama í Kastljósinu í gær. Þannig að það er verið að planta þessu. Vegna þess að fyrstu umræður, þær fóru fram í stjórnarráðinu. Það var ekki nokkur friður þar. Það var mynd til ykkur í Morgunblaðinu úr bílnum, þar sem að Davíð Oddsson er í bílstjórasætinu. Þeir fluttu sig yfir í Seðlabanka ég veit það. Þeir fluttu sig úr og þú veist það alveg, Agnes, að fólki þykir þessi mynd mjög tákgræn og svona sé þetta bara. Auðvitað, ég veit það og ég meina þetta var gríðarlega góð fréttamynd, þess vegna höfðum við hana á forsíðunni. Davíð og Geir í framsætinu og Árni í aftursætinu. Já, Íslandi er stýrt úr Seðlabankanum í dag og Íslandi er ekkert stýrt úr Seðlabankanum. Þetta er mesta niðurlæging sem íslenski stjórnmálamenn hafa orðið fyrir og síðar. Það er að segja að það er Seðlabankastjóri sem tekur ákvörðun það að úr ríkissjóði Íslands skuli greiða 600 milljónir evra. Það er ekki gerðið skriflegi samningar, það er ekkert stendur það sem gert með fyrirvara samþykki ríkisstjórnarinnar, það er ekkert. Davíð Oddsson þegar hann talaði við menna, þá var það Seðlabankinn að kaupa þetta og í tilkynningunni frá Seðlabankanum þessi viðskipti á mánuðsfótinn, þá var það Seðlabankinn. Er ekki Geir og Haarde búin að missa tiltrú bæði viðskiptalífsins og almennings í landinu? Það heyrist mér ekki. Ég er búin að vera að tala mikið við viðskiptalífið í dag og Björgvin G. Sigurðsson, hann hefur komið fram og sagt ég tek fulla ábyrgð á þessum gjörningi, auðvitað var þetta erfitt, en svona er þetta. Þetta var skásta leiðin sem við gátum valið og hann sagði þetta sjálfur í Kastljósi í gær. Ég ætla að spyrja ykkur bæði einnar spurningar í lokin, ég vil fá já eða nei svar. Nú er pólitíkin að fara fullt, Alþingi að byrja, er eitthvað möguleiki á að verði stjórnarslitinu? Ég veit ekki hvort það er eitthvað möguleiki að verði stjórnarslit, eins og ég bara hef ekki hugmyndið það, ég þekki ekki það vel. Einhverja líkur á því? Já, ég myndi halda þetta að slíta stjórninni, já. Nei. Þá séum við þetta gott í Íslandi í dag í kvöld.